Das Radikal. Ég þekki alveg rosalega marga sem að kusu Vinstri græna í seinustu kosningum. Reyndar, mér þekki ég svo marga að ef ég myndi bara fara samkvæmt fólkinu sem ég þekki, myndi ég halda að Vinstri grænir hafi fengið yfir 30% atkvæða. En það var víst ekki tilfellið. En mjög margir af þeim sem ég þekki sem að kusu Vinstri græna eru eins og því að við öll tæki eftir og eru kannski sjálf afar óánægð með þá hugmynd í Katrínar Jakobsdóttur að mynda ríkisstjórn með sjálfstæðismönnum. Og ég verð að viðurkenna að þótt að það sé ekki það fyrsta sem mér hefði dottið í hug varðandi ríkisstjórn sem að myndi myndast. Ég meina, ég í einfeldi minni, þegar ég leita á niðurstöðukosningarnar giska að hérna myndi koma ríkisstjórn leitt af sjálfstæðismönnum með Viðreisn, Framsókn og Miðflokknum. Ég verð að viðurkenna að ég virkilega vanmat hversu mikið Miðflokkurinn og Framsókn hata hvern annan. Þannig að, já, eftir á hyggja var þetta ekki sérlega snjöll ágiskun hjá mér. Ég bara gerði ráð fyrir því að Miðflokkin langaði svo rosalega mikið að komast í ríkisstjórn að þeir myndu sætta sig við að vinna með Framsóknarmönnum og vice versa. En það er ekki það sem við erum að ræða núna. Nú ætlum við að tala þessa mögulegu ríkisstjórn Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Því að, já, alltaf gaman að vera allra seinasti aðilinn til þess að tala það þegar allir aðrir eru lengur búin að fá fyrir koka af þessari umræðu. Ég verð samt að viðurkenna að ég er forvitinn og ég skil mjög vel óánægjuna með þessa tilvonandi stjórn sem að virðist vera í bígerð. En eitt sem ég skil ekki er svona hversu heiftuleg andhúðin er. Því að ég fyrir mínu hönd, ég segi bara, come on fólk, eru þið ekki að minnstakosti smá forvitin að sjá hvernig þessi ríkisstjórn myndi verða? Ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Fyrir kosningar hefði einhver haldið að þetta væri ríkisstjórnin sem að væri á borðinu sem að væri að reyna að búa til? Ég átti ekki von á því, ég held að enginn hafi átt von á því. Er skrítinn tími í pólitíkin á Íslandi. En allavega, hvers konar stjórn yrði þetta? Mitt álit er að þetta yrði Framsóknarstjórn. Ég efast að Sjálfstæðismenn og Vinstri grænir geti orðið sammála rosalega margt, þannig að það myndi þá koma mjög mikið í hlut Framsóknar að verða svona millivegurinn í öllu þessu og reyna að leiða saman þessar tvo afar ólíku flokka og allt þetta ólíka fólk með þessar afar ólíku skoðanir sem hafa núna mjög lengi verið á hálsum hvers annars að reyna að murka lífið og hverju öðru á samfélagsmiðlum og dagstælega jafnvel, ekki í beinum skilningi málsins en sem betur fer. En ég held að enginn sé að sjá fram á neinar stórvægilegar breytingar, hvorki í velferðar, fjárhags, samgöngumálum né neinu. Einfaldlega því að þetta lítur ekki þessu stjórn sem að gæti verið mjög sameinuð í skoðunum sínum. Það eina held ég góða sem að gæti komið út úr þessari stjórn var þetta yrði að minnst mjög græn stjórn. Sjálfstæðismenn undir forystu Bjarna Benediktsson hafa þrátt fyrir allt tekið nokkrar ákvarðanir í umhverfismálum og gáfu í seinustu ríkisstjórn til dæmis Bjartri framtíð og Viðreisn svolítið frjálsar hendur í þeim málum, þannig að framsækni í umhverfismálum gæti í þessari stjórn orðið ansi góð, þannig að það væri kannski það eina góða við þessa stjórn sem að maður gæti svona huggað sér við. En hafandi sagt það, þá held ég ekki einu sinni að þessi stjórn myndi enda verði hún mynduð. Af því ég einfaldlega hef ekki mikla trú á því að nokkur ríkisstjórn sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi sitja í myndi enda. Ég get vísað í myndbandi sem ég gerði fyrir cirka mánuði það sem ég kallaði endalok Bjarna Benediktssonar. Klikkið á linkinn fyrir neðan fyrir það. Það hafa líka verið mjög margar úrsagnir úr flokki Vinstri grænna. Mjög margir sem að líta á það að yfir höfuð sitjast á sama borð með Sjálfstæðismönnum sem einhver svik við hinn vinstri sinnaða málstað. Eða hvað það er sem að þau segja. Og ég get vel skilið þessi sjónarmið en ég held að sé ekki besta lausnin við þessu að ganga úr Vinstri grænum. Lógískt talið, ef þú ert meðlimur í Vinstri grænum og ert á móti stjórnarmyndunarumræðum
við sjálfstæðisflokk og gengur síðan úr flokknum, veistu hvað gerist? Það þýðir að það er hærra hlutfall þeirra sem eftir í flokknum sem fylgjandi þessum viðræðum, þannig að, já, þú ert svo sannarlega að hjálpa að drífa með því að ganga úr flokknum. Þetta svona sama saga með fólki með fólk sem flytur úr landi, því að það er alltaf nokkur þúsund Íslendingar sem flytja úr landi á hverju ári, leita að grænni hugum og betri atvinnu og svona og kenna mjög oft stjórnarháttum sjálfstæðismannaðum. En leið og þau flytja úr landi náttúrulega því það að kosningabærum mönnum á Íslandi sem ekki kjósa sjálfstæðisflokkin fjölgar hlutfallslega. Þannig að, já, takk fyrir endilega að flytja út og gera mál ennþá auðveldari fyrir okkur hinn. Lógík, sko. En já, hafandi sagt allt þetta, ég eins og allir mjög hissa að við séum ekki komnir með ríkisstjórn leidd af sjálfstæðismönnum og einhverjum svona meiri miðjukendari flokkum eins og ekki Vinstri grænum. En þetta virðist vera ríkisstjórnin sem þau eru að reyna að mynda og ég ekki ennþá fullkomlega sannfærður að það takist, ég geti vel trú að þessar viðræður bara renni út í sandinn og að forsetinn mun þurfa að kalla alla formenn flokkan á sinn fund enn einu sinni og kannski mun Bjarni Ben fá stjórnarmyndunarumboðið, ég veit það ekki, ég þori ekki að spá fyrir þessar hluti lengur. En hvað sem því líður þá ég alltaf mjög forvitin með að sjá hvernig þessi ríkisstjórn myndi verða og hvernig hún mun starfa ef að hún verður einhvern tímann starfræk. Þannig að ég ætla að leyfa mér að vera, veit ekki með bjartsýnn, en ég alltaf mjög áhugasamur framhaldið, það get ég sagt ykkur og ég meina, ætla að leyfa mér að segja áhugi minn framhaldið sé mun hærri en nokkur flokksbindni hjá mér, nú forvitið algjörlega tekin við. En eins og ég segi, ég hugsa að þetta yrði bara græn framhaldsstjórn, græn framsóknarstjórn, framhaldsflokkurinn. Sigmunda, þetta það sem þið hefðu að kalla miðflokkinn, miðflokkurinn, framhaldsflokkurinn, það nafnið sem þig vantar.